Daginn. Ég heiti Jóhann Arnarsson og þetta er Þorlákur Sigurðsson. Það viðfangsefni sem við tókum okkur fyrir hendi var að smíða svokallaða Tesla-túrbínu sem er hönnuð eftir engan annan en Nikola Tesla. Ástæðan fyrir þessu vali er svo að okkur þótti bæði spennandi og krefjandi. Ástæðan fyrir þessu vali er svo að okkur þótti það bæði spennandi og krefjandi. Ekki er algengt að þessar túrbínur séu nokkuð notaðar og ekki heldur við framleiðslu á raforku sökum lélegrar nýtni. Tesla hélt því þó fram að möguleiki væri að ná allt að 94% nýtni út úr henni en það væri einungis fræðilegt nýtni. Nikola Tesla hannaði og smíðaði túrbínuna árið 1913 og byggir hún á lögmáli seigju og viðloðan vökva. Það er að segja að þegar vökvinn streymir milli diskana dregur hann þá með sér vegna seginnar og viðloðan vökvaagna við yfirborðið á diskunum. Nánar uppbygginguna. Tesla-túrbínan er frekar einföld smíði en hún samanstendur af diskum sem eru allir eins og eru festir upp á driföxul túrbínuna og staðsettir innan í húsinu. Utan á húsið er síðan komið fyrir innsprautunarbúnaði sem beinir vatninu inn á diska túrbínunnar og legur eru svo hafðar sikkur megin utan á húsinu. Varðandi virknina þá er til dæmis vatni sprautað á ystu brún í diskana í túrbínunni og dregur seigja vatnsins diskana með sér. Vatni fer svo í spíral inn að öxli túrbínunnar og fer þar inn göt sem eru í öllum diskunum sem beina vatninu lárétt út af túrbínunni eins og sést á þessari mynd. Og sem sagt fer vatni þarna inn loka og spíralast inn diskinn inn að gatinu sem er þetta hvíta hérna í miðjunni og fer síðan út með öxlunum og út með þetta hérna og það er svona afhverju. Tesla-túrbínan er frábrugðin öðrum túrbínum að því leyti að hún getur bæði keyrt á vatni og gufu og einnig á lofti án þess að gera mikla breytingar á henni. Þó ræðst bilið á milli diskana af því hvaða efni er verið að nota til að knýja hana sem og stærð stúts. Og hér má sjá grófa teikningu af íhlutum túrbínunnar. Hvernig skiptir á þetta? Ryðfrítt efni í enda plöturnar, diskana og skífurnar sem eru hafðar á milli diskana fengum við frá Launafli á Reyðarfirði og síðan sömdum við Slippinn á Akureyri til að skera út þessu hluti í vatnsskurðarvél þeirra. Húsið er smíðað úr ryðfríu röri og unnið í rennibekk ásamt endalokunum, driföxlunum, legusætin og paktósætin eru einnig smíðuð úr ryðfríu efni og unnin í rennibekk. Samsetningin dróst á langinn vegna verkfalls kennara. Við erum eins og margir fátækir námsmenn og nýttum þessar 3 vikur til að vinna. Þegar skólahald hófst aftur var byrjað á fullu og í lok páskaleyfis varst Teslan að smella saman. Jómfrúar gangsetningin var svo athafnasvæði slökkviliðs Fjarðabyggðar á Reyðarfirði og tókst hún með eindæmum vel. Síðan þegar túrbínan var komin á Akureyri var hún aftur sett í gang og bruna hana við slökkvistöð Akureyrar. Það var einnig gerð myndbandsupptaka og má sjá hana hér. Það virkaði ekki. Hvernig fyrir maður út úr þessu? Já, hann að passa. Teknínin er okkur hér í dag. Ekki bara taka allir svona og fara á neti? Já.
Prófar ekki samlægi við Og guð, já, fattaði henni. Með árunum hafa margir smíðað sínar útgáfur af Tesla-túrbínu og í framhaldi gert ýmsar breytingar til að auka nýtni hennar. Sá sem er einna lengst kominn í slíkri þróun er Ken Riley frá Michigan í Bandaríkjunum, en hann hefur sett eins konar leiðiskóflur á milli hvers diskabils, alltaf 10 stykkjum sem hjálpa vatninu að stýrast inn að miðju og jafnframt skila meiri hreyfiorku frá sér. Einnig hefur hann þróað skífurnar á milli diskana til að skila betri árangri. Samkvæmt niðurstöðum frá honum Ken er þessi útgáfa hans sem hann kallar Phoenix Turbine að skila 30% betri nýtni heldur en upphafleg Tesla-túrbína. Þetta verkefni var unnið með hjálp tveggja fyrirtækja. Þau eru Slippurinn á Akureyri og Launafl frá Reyðarfirði. Við viljum þakka þeim sérstaklega fyrir þessum fyrirtækjum fyrir veitta aðstoð. Það eru einhverjar spurningar. það. 30% betri nýtni, er það á tvífasa eða Það er svo Nei, það er svo það er á vatni? Já. Vatni. Já. Okay. Og vitið þá hvað hann er komin í heildarnýtni? Sko, þetta var svolítið loðið svona það sem allavega ég var búinn að grafast fyrir eða skoða myndbönd og svoleiðis þar sem menn voru að segja frá því sem að Tesla hélt fram með nýtnina. Hann hélt því fram að það væri hægt að ná nýtni sko upp í 94% sem var þá allavega fræðilega. Og þá spyrir maður sig, ef þessi segist gera bætt hann 30%, hvort hann sé komið yfir 100% eða hvort að það sé þá út frá einhverju raunverulegu. Já. En eins og þessi túrbína sem hann var með þarna í kanni, við erum búin að setja þessi blöð þarna á milli, eða veiðiskóflur á milli, þau snúast með skífunum. jú, þau eru fastar við skífurnar. Festar við Þær diskana. koma þá sko. Þú ert í rauninni, þá ert ekki með þú festbúndur. Nei, í raun og veru ekki bara ekki snúast í báðar áttir eins og þessi hérna, að þá var það eina sem það þarf að breyta sko til að þessi snúi í áttir er að setja bara skút á móti hinum einn og þessar leiðiskóflur sem hann setja á, þær komu hérna á milli og eru þá borðið göt sem festa. Þá er þetta orðið bara framskúluna. Virkar það bara eins og skóflur það verður? Í raun og veru. En þá einhver spyrir maður sig hvort að það verði ekkert, það hindrar ekki að vatni komst út úr henni þessu skóflur. Ég hef það ekki þóra að setja þetta á tvífasa sko. Nei, ekki heldur. Síðan var sko í höfninu og þetta voru svona það er ekki það því að smíðum þetta 40 mm öxli og þetta náttúrulega einhvern veginn skrúið upp á það því að það var svona spacer sem átti þetta verið vassalt og það var orðingur hérna sem þittur og síðan bakki sem þér á spacer. Eða pröfum að mæla hvað með kílóvatt og hvað nýtnin er í þessari? Nei, því miður, þá ótrúlega bara í það því að það fór ekki ábyrgna á sem við sáum á sunnudaginn og síðan prófa hann aftur og væla snúsa á mánudaginn og þetta var eiginlega bara óknáttur tíu fyrir að ná á smíði það var ímyndað á mánudaginn verðum svona að kynna sprintið við að mæla hann sko og en það var svona tvísýndur að það var svona stórt en ákveður að það ekki bara meiri áherslu á að gera skýrslu og svoleiðis og það er bara við varum að á að mæla hann sko, það er ekki mál það er eiginlega svona svolítið Veistu hvað þrýstingurinn var hann á þessum brunanum? 8 bur á niðri hérna niður frá en 10 bur á Reyðarfirði.
og sást þá virtist bara fara allt trukkið beint í gegnum hana Já. og það er sennilega að því hún var álagslaus. En það er spurning hvort hún hafi sér öðruvísi gett sett álag á hana og þá nýti betur þrýstingin. Geti sagt svona cirka hvað afslæðið var? Við það að segja. Það er svona einhvern veginn cirka. Þetta er bara verið mér 1,5 tóma og gatið var 750 fermetrar fyrir línan, eða auðlínan. Þannig að sem er bara á þrýstingurinn. Takk fyrir þess.